Það komið að loftkastalanum að þessu sinni, Guðný Danivalsdóttir á sínum stað, auðvitað, og það Sparisjóðurinn í Keflavík sem ætlar að vera með okkur, og það Elías Jóhannsson. Fulltrúi hans, gjörðu svo vel. Blessaður, gjörðu svo vel. Og þú ætlar að vera með okkur, eða þið? Jú. Og ég hérna með umslag sem ég ætla að sækja og ætla að lesa textan á því. Já. Stutt og laggott eftir tímanum. Þetta fjölmennur staður hjá okkur í Keflavík? Jú, við erum hérna 100 manns í vinnu þarna. Já. Og við erum hérna með 4 grufstaði, Keflavík, Njarðvík, Garð og Grindavík. Já. Þetta stórt og öflugt fyrirtæki. Á þessu skjali stendur: Kæri Hemmi, Sparisjóðurinn í Keflavík hefur ákveðið að gefa alltaf 200.000 krónur til þess líknarfélags sem dregið verður úr pottunum í loftkastalanum í þætti þínum. Það ósk Sparisjóðsins í Keflavík að gjöf þessi koma góðu nótum hjá vinningshafa. Kæra kveðið til þín og allra sem eru að horfa á þáttinn, starfsfólk Sparisjóðsins í Keflavík. Ég bara þakka þér alveg kærlega fyrir og Elías, ég ætla að biðja að skila kveðjur til starfsfólksins frá okkur og allra fótboltamannana sem vinna þarna hjá okkur. Þakka þér kærlega fyrir. Já, Guðni mín, þá þetta komið á loftkastalanum og nú vonandi að gott líknarfélag vinni ykkur að háa upp að vonandi. Ætlar að kaupa páska eða páskana? Já, rómöld segja. Ég fekk eitt aðeins á MK. Já, þannig að þú átt eitt. Það verður nóg fyrir mig. En hvernig ætlar að fá í kassan? Sko, gestur loftkastalans í kvöld mikill afreksmaður í íþróttum eins og svo margir aðrir. Núna nýverið þá hlaut hann mikla viðurkenningu í sinni íþrótt. Hann nú reyndar ókominn, honum kannski eitthvað seinkað. Hann nefnilega ekki á svona vélknúnum ökutækjum eins og við hinn. Hann nefnilega ferðast á öðruvísi ökutæki. Er þetta hófboltamaður? Nei. Handboltamaður? Nei. Blagmaður? Nei, reyndu betur. Körfuboltamaður? Nei. Sundmaður? Nei. Ég gefst upp. Gefstu? Sigurbjörn Barðarsson Sigurbjörn Barðarsson, íþróttamaður ársins. Blessu. Þetta blessaður. Blessaður. Jæja, koma hérna. Sigurbjörn, það nóg að gerast hjá ykkur hestamenn og þú bara komið á þessum. Hvað heitir þessi? Þetta Hæringur. Já, og þetta Vilju, skepna? Já. Og gerir nánast hvað sem Ég segi það nú ekki, hann svona segursam. Já, en þú ert í fínu formi, toppformi og... Frískur, jú. Já, frískur. Og það þarf ekki að fá hann til að fara í... Jú, heldur að hann komast með það? Nei, ekki með hestinn. Ég líti á þetta Hæringi bara á meðan. Er það ekki? Jú, ég fylgir í loftkastala. Ég ekki að láta Hemma hafa bara tauminn á meðan, svo þessi öryggi í þessu. Já. Það gerur svo vel. Já. Það skrítið að hafa hestinum. Já. Það gerur svo vel. Takk. Og síðan munir peningarnir byrja að fyrirlast upp, en þú mátt ekki byrja að safna peningi ef við merkjum með hendur. Merki. Þannig við skulum bara fá peningarna. Það fælist ekki hérna, blessaður. Jú. Nú það að gefa. Já. Og bara byrja. Og klappa fyrir honum. Klappa fyrir. Það Sigurbjörn Barðarsson. Þú að sjá hvað hann safnar miklu. Það bara tæmdur kassinn í miklu. Nú að hafa pokan tilbúinn fyrir hann. Hopp. Og við verðum eiginlega að fá aðstofamann. Svona kassin, það yngur. Þetta hægt stress. Og nú að setja í pokan. Hvað er það bara hérna bara fram fyrir? Já. Þú bara láta hérna í pokan hérna. Já. Láta peningan hérna ofan í pokan. Hann heldur kannski við séum með eitthvað handanum Jú, að hann alveg pottþéttur á því. Það séu þarna eitthvað. Þú ert vanur að gefa honum eitthvað góðgæti. Já. Þetta að detta með þess. Síðan kannski séum við Tekur þetta upp að bara á draga eftir. hérna úr skálinn hjá okkur. Það 100 líknarfélög í skálinn. Ég fekk hérna móla sko. Býttu nú við Það er allt í lagi, við skulum bara, við náum bara í peningan eftir. Þá það bara að draga hérna, Sigurbjörn minn. Líknarfélögum sem eru hérna í skálinni. Hérna bara eitt af þessum fjölmörgu og Guðni tekur svo saman peningana og það sem hann... Já, það Guðni. Já. Hann vil ekki lesa hesturinn. Getur hann það? Nei. Jú, svona hér um bil. Og það unglingaheimili ríkisins sem fær peningana að gjöf. Unglingaheimili ríkisins, aldeilis frábært. Þá ætlum ég að biðja okkur, minnum að taka peningana. Það koma hérna aðeins. Svona. Gaman að fá þig,
Sigurbjörn hingað til okkar og þarna leggur góðu málefni lið. En hvað er að frétta af íþróttamanni ársins og íþróttamanni þjóðarinnar? Hvað er að gerast hjá okkur? Mikið að gerast. Já, hvað er? Núna þessa dagan eru hestasýningar í gangi í Reiðhöllinni til dæmis í Reykjavík þessa helgi núna. Þú náttúrulega pottur og panna það náttúrulega. Maður er svona virkur þáttakandi. Já. Og hérna, svo náttúrulega stór átök framöndan landsmót, stærsta mót okkar hér á Íslandi. En svona hestasýningar, er þetta eitthvað svona sambarilegt við það sem að sér erlendis? Já. Erum við komnir á þann? Við erum komnir á þann standard og vel það og við erum jafnvel að bjóða atriði sem að ekki sjást erlendis. Þarna eru sem sagt fagatriði, þetta er sýning félagstamningamanna, hestadagar félagstamningamanna og þarna eru fullt af fagatriðum, bæði allt frá toppgæðingum upp í allskyns skrautsýningar upp í sirkusatriði. Ert þú ekki öllum atriðunum sjálfur? Í svona í nokkrum alltaf. Það ekki. Það fylgir svolítið. En það er ekki nóg að tala um einhverja hestasýningu sem að ég ósku ykkur náttúrulega góðs gengist þar og lítil ykkar en hins vegar að það var eitthvað skemmtilegt og reyndir að sýna okkur eitthvað hér í sjónvarssal hvað hæringur til dæmis getur gert. Það er nú voðalega þungin inni sko. Nú ert þú best þjálfaði bæði hestamaður og með besta hestin vantanlega. En eigum að reyna að sýna fólkinu eitthvað? Hvað hægt er að gera? Já. Og nú er að sjá. Og þetta hefur ekkert verið gert hér í sjónvarpi eða... Aldrei á Íslandi áður. Aldrei á Íslandi? Það hann ætlar að gera. Og hvað ætlar að gera? Ég ætla að vita hvort hann vilji bara leggjast niður fyrir þig. Og notar það þá ekki písk eða eitthvað til þess? Nei, ég bara segja honum að gera það. Já, segja honum bara. Á ég að spjalla það kannski um það? Þú getur ruglað hann. Já. En svona, við skulum sjá. Já. Né. 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 Ég skal segja það. Og þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Má ekki bjóða þér á bakhermann? Já, það byrjar það. Og já, það er rétt að gefa honum eitt svona áður. Já, gefa honum eitt lítinn, en ég ætla nú að verðurum með þetta atrið á sýningunni? Ég eitt af mörgum. Þú kemur bara hérna fyrir aftan mig. Já. Og hérna, þú ert með réttindi. Ég er með réttindi, allt brjálað. Hefðu svo stendur. Já, það er blessuð. Stendur bara upp með mig. Hei! Þetta er eitthvað alvöru.